Í 19. kafla þá höfum við myndir af þessum tengingum, sem sagt stjörnutengingunni hérna til vinstri, þar sem við tengjum saman U2, VAF2 og 12F2 og þessa vírar hérna á milli eru vöfin og þá endi á hverju vafi hann merktur með viðeigandi bókstaf. Sjáið þið VAF1 og VAF2, 12F1, 12F2, þarna þá tengjast endarnir svona. Og síðan sem sagt kemur þá fram hérna að yfirleitt þá erum við með spennumerkinguna, sem sagt núna þá ætla ég að reyna að halda því þannig, þó að það sé stundum öfugt í bókinni, að fyrri, sem sagt, lægri spennan sé alltaf skráð fyrst og svo kemur skástrik og svo hærri spennan, þannig að lægri spennan alltaf þrýðningstengingin og síðan hærri spennan stjarnan, þannig að við séum með það fast. Og þið sjáum að fasaspennan verður í rauninni í mótornum verður alltaf svo sama hvort sem við stjörnutenging eða þrýðningstengjum. Heildarspennan náttúrulega þá rótina 3 sinnum fasaspennan, þá fáum við aðalspennuna og ef við stjörnutengjum mótor þá verður fasaspennan alltaf svo sama. Sjáum það hérna á þessari mynd, 1916, að þar erum við með sem sagt 220 volta spennu í einhver fasa og það var sama fasaspennan og þegar við vorum með 3 fasa 220 volta spennu, lægri kerfisspennu. Ef við hærri kerfisspennu þá samt sama fasaspennan. Það þetta sem við þurfum að átta okkur á. Og síðan í pólskiptu mótorunum þá við í rauninni með það byrjar hérna pólskiptir skamhlaugsmótorar. Þar erum við mismunandi fjölda af pólum, sem sagt eftir því hvernig við tengjum þá. Og ef við skoðum þetta hérna, þá erum við hérna með svokallaða Dalander tengingu. Þessir mótorar eru í gangi. Þetta eru 2 hraða mótorar. Það það sem við græðum á þessu. Að yfirleitt þá hérna erum við með svona 2 hraða mótora til dæmis á hérna viftum, 2 hraða á viftum og kannski 2 hraða á einhverjum dælum. Þá í rauninni þetta sjálfsagt einfalt, við þurfum ekki endilega hraðastýringu, heldur bara segulrófa til að stjórna hvort það minni hraða eða meiri hraða. Og það það sem við erum að gera hérna. Ég að sýna ykkur þetta vegna þess að þið eigi kannski eftir að rekast á þessa mótora einhvers staðar. Það betra að vera búin að sjá hvernig þeir eru tengdir. Og sem sagt, þetta getur verið mótor sem eru 2 póla eða 4 póla eða það eru fleiri möguleikar á þessu og þá hér talað D-tengingu annars vegar og stjörnu-tengingu á þessum Dalander mótor hérna og þá D-tengingin framkvæmd svona, L1, 2 og 3 eru settir inn á 1 VAF og 1 12VAF. Hinn eru bara opnir og tengdir. Og þá sjáum við hérna að endarnir eru þannig merktir, sem sagt 1 VAF og 1 12VAF. En svo sem sagt þá þetta hérna lægri snúðishraðinn, D-tengingin, 1460 snúðingar á mínútu og hér vægið 66 newtonmetrar og síðan hérna það sem sagt lægri snúðishraðinn. Svo höfum við Y-tengingu, þá förum við yfir á hærri hraðan sem 2915 snúðingar á mínútu við fullt álag og þá meira vægi með minni
minni spennu? Spennu hérna sko það bara öðruvísi tenging sko. Hér erum við með fleiri póla, 1460 snúninga á mínútu, þá þýðir við erum með þá tvo póla, nei ekki tvo heldur, þetta væru hérna já, þarna rauninni tvö pól pör sko, því að hérna já, tveggja póla það er 3000 snúningar eða rétt undir 3000 snúningum hérna sko. En hérna eru 4 póla eða 2 pól pör, já. Þannig að þá erum við með sko ég veist að það komi sama spenna skilur við á hvert vaf. Svoleiðis. En við erum bara með hérna, við sjáum hérna til dæmis að það eru 2 vöf hérna inn á milli, skilur við. Hér líka 2 vöf á milli. Þannig að ég held að þetta sé sama spennan. En sko en við fáum, það sem að við fáum út úr þessu er sem sagt pólskipting sko. Það er aðeins munur á aflinu líka og snúningsvæginu og en sem sagt tengingin þá þannig að það eru yfirleitt sem sagt segulrófar notaðir til þess að búa til þessar tengingar hérna fyrir tenginguna. Það eru 1 vaf og 2 vaf tengdur saman eins og við sjáum hérna og síðan tengt inn á hérna L1, L2 og L3 inn á 2U, 2 vaf og 2 12 vaf hérna að neðanverðu. Þannig þetta. Allavega að það sem sagt, það eru til 2 tegundir í rauninni af þessum pólskiptu mótorunum. Það eru þessi Dalander mótorar eins og við sjáum þessar tengingar á, dæmum þessa tengingu. Og svo eru mótorar með alveg 2 settum af sáturvöfum. Það kallað bara þá mótorar með 2 aðskildum vöfum. Þá getur verið til dæmis 2 póla vaf annars vegar og svo hins vegar 4 póla vaf. Svo að þá hérna síðan bara eru til síðan hraðastýringar ef að 2 mismunandi hraðar ekki nóg og þá erum við fjöllum meira það náttúrulega í síðasta hlutunum fyrir síðasta prófið. En þá erum við með P2M Pulse Width Modulation sem við notum sem aðferð til þess að búa til 3 fasa spennu með annarri tíðni og spennu og þannig að við förum í það líka eitthvað örlítið sko, bara upp á það að vita af því hvað hérna til í þessu. Í hraðastýringum þá erum við með þessa aðferð sem sagt Pulse Width Modulation og það ýmist sem sagt bara MOSFET notaðar í útgangunum, sem sagt 6 MOSFETar eða Insulated Gate Bipolar Transistorar, 6 stykki af þeim og það inn í þessum hluta hér. Þannig að fyrst 3 fasa spenna með afriðið hérna, það bara merki hérna fyrir afriðin og svo þéttir hérna inn í þessu mynd. Þannig að við erum með jafnspennu hérna bara pluss og mínus og það eru þéttar hérna sem að jafna spennuna aðeins og
náttúrulega að gefa frá sér straum ef það eru miklar breytingar, ef við þurfum á miklu afli í stuttan tíma að halda, þá er hægt að fá það í stuttan tíma frá þéttunum sko. En yfirleitt þá er þessi spóla, hún hægir á öllum svona snöggum straumbreytingum þannig, og hún líka er í því hlutverki að koma í veg fyrir að hátíðnin sleppi út á netið megin, vinstra megin. Þannig að spólan er hátt viðnám gagnvart hárri tíðni. Svo að þetta er líka, inni í þessu getur verið líka svokallað sía, svona filter fyrir hátíðni. Og síðan er þess að hér er táknmynd fyrir IGBT, transistor, útgangstransistor, en það eru 6 stykki á þessum transistorum inni í þessum kassa til þess að búa til 3 fasa spennu. Og svo er fylgst með straumnum, og til dæmis rafala 2 sem við vorum að keyra síðustu viku, að þá var í rauninni straumurinn mældur til þess að fylgjast með álaginu á rafalan, og ef að straumurinn hækkaði, þá hækkaði hraðastýringin hraða hverfisegulsviðsins, svo að það snýrst bara ennþá hraðar til þess að rafalinn myndi fá réttan snúningshraða alltaf. Hann héldi honum alltaf á 1500 snúningum, þrátt fyrir aukið álag. En þetta er svolítið svona abstrakt að hugsa þetta allt út í gegn, en við erum eftir fjalla þetta meira seinna. Við erum að vinna í verkefni 2A, tenging og ræsing 3 fasa skamlaufsmótors. Og þið mælduð ræsistraum með ampértönginni og fenguð eitthvað kannski svona 5 ampere eða eitthvað svoleiðis. En ræsistraumurinn er reiknaður þannig út að þið eru með málstraum sinnum þessi tala sem við gefum upp að framleiða þetta. Og málstraumur 4 kW mótorsins sem við vorum með var 8, rated current við 400 volt, 7,8 ampere. Nei, býtum við, hvað er þetta hérna? Þetta er 4 kW. Ég er með vitleysa, ég er með 3000 snúningamyndu. Já, ég má ekki vera með það. Ég þarf að ná í rétta töflu hérna. En ég þyrfti eiginlega að setja hana saman þannig að sjáu hvað er hvað. Það er neðri hlutin af þessari töflu. Og það er ég þarf að setja þetta inn í Paint. Þarna sjáum við sem sagt 4 kW mótorinn, hann er 8,2 ampere. Það er straumurinn. Ok, og svo verður að margfalda það með stuðlinum sem er þarna við hliðina. Það er það er 6-faldur málstraumurinn. Þá þurfum við að margfalda 8,2 sem 6 og fá út tölu og skrá hjá okkur. Það er ræsistraumur, en við sjáum ekki þennan straum vegna þess að mælitæki sem við erum með, ampértöngin, hún er það hægvirk að hún getur ekki séð þennan straum. Ég ætla að setja þetta inn í Paint svo ég sjá þetta. Svona. Svo ætla ég að klippa það neðri hlutan af þessu. Það er þessi 4 hérna. Svona, og ég ætla að
setja þetta á réttan stað hérna undir. Og þetta ekki, já, þetta hér, þannig að þá ég komið með réttari mynd af þessu. Ég reyndi bara með þetta hérna í Paint. Þá þetta svona. Þá getum við lesið þetta svona. Starting current hérna. Það hér, sjáum við, hérna þetta, ég ætla að reyna að hafa þetta hérna. Svona starting current, þið sjáum hérna, svarta strikið hérna. Það þessi lína hérna. Þess vegna eru að margfalda með 6. 6 sinnum 8,2 sem málstraum mótorsins. Ok, þetta gerum við til þess að fá út í mælingaverkefninu hérna ofar. Það þennan straum hérna í ræsi. Ræsistrauminn í beinni ræsingu sem við kallum í þríhyrningstengingu. Þá setjum við hann hérna. Og þá þetta bara skrifið hérna inn 8,2 sinnum 6. Og setjum það svo inn þarna hinum megin. Og síðan hérna mismunur á tölum og ég sagði ykkur það áðan. Jú, ástæðan að ampertöngin getur ekki mælt þetta augnablik þegar að þessi straumur í gangi. Síðan sama með þetta hér, við erum með sömu aðalspennu og fasaspennu. Jú, í þríhyrningstengingu þá höfum við sömu aðalspennu og fasaspennu, það ástæðan. Og hlutfallið þá bara 1 og þau voru ekki í neinum vandræðum með það. Og þá skrifum við þess að draga áhersluviktuna að þessum mælingum að þá getum við bara sagt það að í þríhyrningstengingu sama spennan, aðalspennan og fasaspennan og hitt var búið að ganga frá hér. Já. Síðan þá var handverkið stjörnuþríhyrningsrofinn tengdur og rauninni þá tengist fyrst stjörnutengingin. Þá sjáum við hérna 2,2, U2 og VAF2 tengist saman fyrst og þá L1 tengist inn á U1, L2 inn á VAF1 og L3 inn á 2,2. Það fyrst stjarnan og síðan tengist saman sem sagt U1 og 2,2. Þá sjáum við það þessi svöru strik hérna lengst til vinstri þegar hann fer í þríhyrningstenginguna. Og það rauninni bara hægt að reyna að svara því hérna að stjörnutengingin sýnd hérna í miðjunni með svöru strikunum en þríhyrningstengingin sýnd lengst til vinstri með sveru strikunum og þá tengist saman í þríhyrningstengingunni L1 við U1 og 2,2 og L2 tengist saman við VAF1 og U2 og L3 tengist saman við 2,1 og VAF2. Svona, það þetta að útskýra það hérna. Svo vorum við að prófa að ræsa mótorinn og við mældum hérna einhvern straum en við náðum kannski upp í 13 ampere eða eitthvað slíkt og ef við reiknum þetta út þá það sama og við vorum að gera hér hvert ætti hlutfallið að vera sem sagt að hérna vorum við með þetta, við mörgfölduðum saman hérna, vorum við ekki með útreikningarna á þessu hérna, já, 8,2 sem 6, svona,
og það eru með hérna já, ef maður reyna að skrá hérna hvernig þetta ætti að vera svona já og þá er þetta hérna þegar við erum með stjörnuþrýstingsræsingu þá erum við að lækka spennuna til þess að mótorinn dragi lægri straum í ræsingunni. Við erum að lækka ræsistrauminn og við gerum það með því að tengja mótorinn í stjörnu, þá fær hann í rauninni lægri spennu fyrir hvert vaf og við það lækkar ræsistraumurinn niður í 1/3 miðað við beinaræsingu. Þetta hefði beinaræsing sem sagt 6 × 8,2 þá fáum við það í amperum og svo deilum við með 3 til þess að fá ræsistrauminn við stjörnuna í stjörnuþrýstisræsingunni. Deilum við með 3 í þessa stærð hérna. Og já, voruð þið búin að skrá niður þessar mælingar hjá okkur? Já. Þetta var 16,4 ampere. Já, 4 ampere. En hérna í beinni ræsingu, hvað var það aftur? 1,8. Ha? 1,8. Ná, ég er að meina sko 6 × 8,2. Hvað er það mikið? 49,2 ampere. Já. Það ekki? Jú, en það var ekki þarna. Nei, já, það ætti... Nei, sko, já, fyrirgefðu. Nei, það var ekki hérna. Það var þarna fyrir ofan. Já. Það var hérna fyrir ofan. Í stjörnunni. Hérna mældu þið bara bara í átt og í fasu. Já, hérna mældu þið bara eitthvað örlítið. Já. Þetta er... Getið bara að setja hérna eitthvað X í þetta. Við mældum 1,8. Já. Það er svo sem allir að setja það bara hérna inn. Það er rauninni alveg ómarktækt. 1,8 ampere. Okay. Það er ekkert að marka. Nei, það er... Getur skrifað hérna ómarktækt. Svona. Og hérna við já, hérna áttu þessi tala að koma sem er 49,2 ampere en þetta hérna er þá það sem við setjum inn hérna í þetta hlutfall hérna að þá er fyrirtalan 16,4 deilt með þessar tölu hér svona og í rauninni þetta er, má segja bara þá formúlan ég setja hana hérna inn þetta er formúlan já og bara þar leiðir svona að við setjum hérna tölurnar inn í formúluna hérna 16,4 fyrir ofanstrik af því það er straumurinn í stjörnu og straumurinn við beinaræsingu er 49,2 ampere þannig að er þetta ekki það bil hérna hlutfallið 1 deilt með 3, 1/3 getur það ekki passað? Ha? Ó, ok. Þannig að þá getum við svarað hérna að þetta er 1/3. Því að straumurinn, hann fellur niður í 1/3 við það að lækka spennuna niður í aðalspennu deilt með rótina 3.
við stjörnutenginguna. Það gerum við til þess að minnka ræsistrauminn. Þannig að við erum ekki með 49,2 ampere í ræsingunni, heldur 16,4 ampere. Og þið sjáum gríðarlega mikið mun á þessu. Þetta hjálpar í svona litlum rafkerfum, við erum með litla rafala í kerfinu, að þá er miklu minni svona röskun á, við sæjum ekki eitthvað blikk eða eitthvað þessan, þegar að við værum að ræsa frekar með stjörnustríðsræsingunni heldur en bara beinni ræsingu. Hins vegar getur komið strömtoppur þegar við tengjum mótorinn í þrýðning. En það er kannski önnur saga. Síðan vorum við að prófa að skipta um snúningsátt og þá bara gátum við farið upp í þessa 2 mismunandi strauma eftir í hvort við erum tengt í stjörnu eða þrýðning þegar við vorum að skipta um snúningsátt á ferð. Að hérna verður straumurinn verður sami og ræsistraumur þegar við skiptum snúningsátt á ferð. Og þá er rauninni að fá mismunandi fasa inn á mótorinn til þess að, aðra fasa röð inn á mótorinn til þess að láta hann skipta um snúningsátt. Ok, þið komið með þetta og hvað var það fleira? Síðan var það ræsivægið og þið reiknuðu fyrst út málvægið. Hvað reiknuðu út málvægið hérna? Var það 27 Nm? Hvað gefur 26,53 Nm og þetta er málvægi. Ég skrifa hérna fyrir fram svo þið viti hvað þið eru að gera. Málvægi. Málvægi, er það MM? Já, það er sem sagt þegar að mótorinn er undir fullu álagi, sem sagt full lestun á mótorinn, að þá er þetta hérna á 4 kW mótor, þá er það sennilega gefið upp. Hérna, við skoðum það. Upplýsingar frá framleiðandanum hérna. Þið reiknuðu þetta út reyndar, en býtum við, sjáum við ekki hérna. Jú, hérna, 27 Nm, það er gefið upp hérna, frá framleiðanda. Þið reiknuðu bara nákvæmar út, 26,53 Nm. Og, sem sagt, síðan reiknuðum við hvað er ræsivægið við beinaræsingu og þá sjáum við hérna starting torque hérna, þá sjáum við töluna 3. Það er hérna þrefalt ræsivægið hérna með málvægið og þá segjum við hérna að fyrir stjörnuna þá er það bara þessi tala sinnum 3. Það er ræsivægi við beinræsingu. Beinræsing. Nú reiknum við það út. Þið voru ekkert búin að gera þetta, þannig að við þurfum að klára þetta. Þá er það, já, setjum þetta bara þá beint inn. Það er spurning hvort að við getum búið til einhverja formúlu í þessu. En sinnum 3, þar sem að framleiðandi gaf upp. Þá fáum við tölu hérna. Hvað fengum við út úr þessu? Málvægi við málvægi síðan í tengingu. Þá notum við, fáum við þá tölu sem við
fengum mótor við beinniræsingu og Þessi 3, það það hlutfall sem hann gefur framleiðandi. Já, sjáum hérna, start, Það ekki að vera 5,7. þú sjá, þetta hérna stalling torque, betur hérna fyrirgeði, starting torque, það er 2,7. Ég fór hérna dálkavilt. Gott að þú tókst eftir þessu. Hérna er starting torque. Svona, þetta er það, 2,7. Það er ekki með 3, heldur 2,7. Mér fannst þetta líka vera eitthvað skrítið hjá mér. Gott að þið leiðrið þetta, 2,7, sínum 2,7. Ok. Hvaða tölu fáum við hérna út? 71,6. Hvað segir þið? 71,6 Newtonmetra. Ok. Síðan, vegna þess að við stjörnuna í stjörnuþrýstingsræsingunni þá fellur straumurinn niður í 1/3 miðað við beina ræsingu. Þá gerist það sama hérna í væginu. Að þá deilum við með 3 í þessa tölu við beina ræsingu hérna, 71,6 deilt með 3. Þá fáum við vægið við stjörnutenginguna. Ok, hvað fáum við hérna út? 20 og 23,87. flott, takk fyrir. Já, og þá getum við skráð þetta hérna inn. Hér erum við með 23,87 Newtonmetra. Er einingin hérna. Og síðan erum við hérna með við beinaræsingu. Það er í tölu. 71,6 Newtonmetra. Svona. Og síðan er beðið hlutfallið. Og þá náttúrulega er þetta sama og við vorum að gera hérna. Þá getum við stytt þetta niður í 1/3. Þá er þetta hér. Svona. Sem sagt, þetta hérna er við stjörnuna og svo er deilt með svona þetta svona og þetta má þá stytta niður í 1/3. Ekki satt. Og þá kemur það hér. Er það ekki málið? Fáum við það ekki líka? Ok. Já, vegna þess að straumurinn fellur niður í 1/3 í stjörnunni með beina ræsingu, þá fellur líka ræsivægið í stjörnutengingunni niður í 1/3 miðað við ræsingu, sem sagt miðað við vægið í beinni ræsingu. Ok, búin að ná þessu. Þá var mótor númer 15 tekinn fram og í hvaða tengingu þurftum við að setja hann? Hvort það átti að vera stjörnu eða þríhyrning? Hvernig var hann merktur? Hann var merktur sem sagt, hvað ekki, 230/400 volt. Sjá,
svona 230/400 volt og þannig við 400 voltna net þá vörðum við að þar af leiðandi ætlum að stjörnutengja mótorinn. Stjörnutengja. Og settum við inn aflið og snúrsaðan og allt saman og til þess að þurftu þið að reikna út vægið? Nei, við mældum það bara. Þið settum inn hérna já, við þurftum að reikna út vægið. Þið voru komin með þá formúlu sem sagt ræsivægið var hérna það var kraftur sinnum lengd sinnum þyngdarhröðunin, eða ekki litla g bara. Þetta voru 9 kíló og sinnum 0,41 metri sinnum hvað er það, 9,82 ok. Og þá fengum við út af þessu sem sagt hvað segir þið, 36,26 newtonmetra. Já, og þetta skráðum við hérna 36,26 newtonmetra. Já. Og í upplýsingum frá framleiðandanum erum við með það hérna, já, við erum reynda með það og sjáum hérna að þetta var þetta 1,5 eða hvað var það stór? Var það 2,2? 1,4. Nei, hvað? Mótorinn? Já, hann var 2,2 kilowatt. Já, alveg. Og því ég sé hérna newtonmetrana, þeir eru 15 newtonmetrar, já. Og hér segir hérna starting torque segir hérna 2,5. Reyndar á blaðinu sem við vorum með í verklegustofunni, þar stóð 2,4. Það ekki? Já. Þannig að við gátum reiknað okkur tilbaka til þess að athuga hvort það stæðist hérna málvægið miðað við ræsivægið. Þá sögðum við sem sagt, jú, við mældum hann 36,26 newtonmetrar í ræsingunni og svo deilum við með þessum stöðli 2,4, hérna stendur 2,5, það er kannski annar framleiðandi, en ef við deilum með 2,4 þá fáum við hérna 15 newtonmetra sem málvægi mótorsins. Svo það passar með þessa stærð á honum 2,2 kilowatt. Er einhverjar fleiri spurningar í þessu? Ok, hvað má lesa út úr mótormerkingunni 280-400 volt, varðandi tengingu mótorsins? Það er hægt að tengja hann í þrýtningstengingu við þrissunum 230 volt og sama mótor er hægt að tengja í stjörnu ef við erum með þrissunum 400 volta kerfi. Þá verður sama fasaspennan í báðum tilfellum. Því að þegar við tengjum hérna núlið saman, þá fáum við líka 230 volt yfir hvert fasavaf. Ok, síðan önnur spurning hérna, hvað má lesa út úr mótormerkingunni 400/690 volt, varðandi tengingu mótorsins. Að við 400 volt, þá tengjum við hann í þríhyrningstengingu og því endilega tengið sýnið hérna í myndinni, þríhyrningstenginguna. Og það er hægt að tengja hann í stjörnu við 690 volt. Og þá tengjum við sama hérna neyri 2,2 og 2,2. Þið voru með þetta alveg á hreinu, að ekki? Og svo er spurt, hvernig spennumerkingu á mótor að hafa sem á að ræsast með stjörnuþrýtningsræsingu
við 400 volta net. Og þá þurfum við að fara eftir því að lægri spennumerkingin á mótornum verður vera sama spenna og kerfisspennan, sem sagt þriggja fasa 400 volta net, þá verður lægri spennumerkingin að vera 400 volt. Það er sagt 400 skástrik 690 volt. Það verður að vera merkt á hann. Svona, ok, allir með þetta á hreinu. Og hvenær er stjörnuþrýstingsræsi notaður? Þegar við þurfum að lækka ræsistraum og já, kannski út af vélbúnaði að hann fari hægt í gang. Þegar að bein ræsing geti verið of harkaleg fyrir vélbúnað. Og þegar að öll önnur skilyrði eru uppfyllt, eins og til dæmis að sé rétt spennumerking og ef að álag í ræsingu er ekki of mikið, og við svörum því hérna seinna hvað er of mikið álag í ræsingunni. Hvenær er hann notaður? Já, þegar við þurfum að lækka ræsistraum. Þegar að ræsistraumur er eiginlega of mikill við beinaræsingu, getum við sagt hérna í rauninni. Þegar ræsistraumur ræsistraumur er of mikill við beinaræsingu. Þetta getur haft áhrif á rafkerfi hjá okkur ef við erum bara með eitthvað vélarrúm þar sem við erum með ekkert allt of stóra rafala á bakvið í kerfinu og við erum með stóran mótor, við þurfum að ræsa hann, tiltölulega stóran mótor með við stærð rafalana. Og þá getur orðið svona högg á kerfi hjá okkur ef við erum að ræsa í beinni ræsingu. Þá minnkum við þetta högg með því að stjörnuþrýstingsræsa hann. Og hérna, já, það er ræsistraum mikil við beinni ræsingu þegar við þurfum að minnka ræsistraum, sem sagt, með öðrum orðum, sem sagt, þegar við þurfum að minnka ræsistraum. En það sem að er gert í þessu tilfelli, stjörnuþrýstingsræsingunni, þá erum við í rauninni að lækka spennuna til þess að ræsistraumurinn verði minni. Og hérna, hve hár verður ræsistraumur meðalstórs skammhlaups með málstraum. Nú, þá skoðum við töflu frá framleiðanda. Hér sjáum við sem sagt starting current. Hér er 5-faldur, 6-faldur og ef við skoðum töfluna hérna neðst í þessu, þá sjáum við hérna starting current hérna. Það er svona 6-faldur, 7-faldur og ef við förum alveg upp í 45 kW hérna, þá er þetta 7-faldur. Svona, og í bókinni segir svona 6 til 7-faldur málstraumur verður ræsistraumurinn. Þannig að þá svörum við því hérna. 6 til 7-faldur málstraumur. Ok. Síðan er meira hérna.
Hérna erum við með fleiri spurningar. Nefndu dæmi tilfelli þar sem ekki hægt að ræsa skammstöfunsmótor með stjörnuþrýstingsræsi. Og það þegar að við erum með of mikið álag, þegar að lestunin í ræsingunni meira heldur en 50%. Það kemur hérna fram í bókinni líka. Og var þetta síðasta spurningin? Já. Þá sem sagt, ef lestun meir en 50%. Það getur sagt líka ef lestun 50% eða meira. Og býtum við ætla að setja hérna aðeins á pásu. 2D stjörnuþrýstingsræsing og hérna í lýsingu á stýrirásinni þá að segja hvað hver segulrofi gerir. Hérna erum við með stýrirásina og hér höfum við höfuðrofan K1 sem að kemur inn og helst inn í allan tíman meðan mótorinn í gangi. Það hlutverk hans að halda straumi á tengingum hérna sem merktar 1 í kraftrásinni. K1 hérna, hann gefur alltaf stanslaust samband hérna inn á U1, VF1 og 2VF1 inn á mótorinn. Við köllum þannig höfuðrofa K1 af því að hann alltaf inni. Og síðan K2, hann tengir stjörnuna og inni í þann tíma sem að mótorinn að ná upp hraða. Og þá K2, hann tengir stjörnutenginguna og hann hér svo tímalið hérna hægra megin við hann, setjum inn tímalið og til þess að finna út hvaða tíma við setjum inn í hann þá tökum við mælingu á því frá því að við ræsum mótorinn þar til að hann hættir að auka við hraðan. Þá erum við komin á þann hraða sem hann nær í stjörnutengingunni og þann tíma setjum við inn í tímaliðan. Og síðasti segulrófinn K3, hann tengir síðan að lokum þríhyrningstenginguna. Við þurfum að náttúrulega losa upp tengingarnar á stjörnunni fyrst og það gerist í rauninni með því að tímaleiðin hann meðan hann að telja þá K2 inni og búinn að rjúfa hérna snertuna, sjáðu þið lengst til hægri hérna á myndinni fyrir ofan K3 spóluna. Þá hann úti. Þannig að við tryggjum það með því að losa síðan strauminn af K2, þá falla snerturnar á K2 út og þegar þær búin að falla út þá kemur straumur hérna að spólunni á K3 sem að tengir svo að lokum þríhyrningstenginguna. Sjáum þetta aðeins á kraftrásinni að fyrst sem sagt var K1 á K2 inni. K2 tengdi saman alla þessa hérna enda U2, VF2 og 2VF2 og bjóð til stjörnutenginguna hérna á mótornum. Svo tók tímaliðin spennuna af K2, snerturnar þær þurftu tíma til þess að falla út. Það kallað útfallstími á þessum segulrófa K2 og síðan fekk K3 straum og þá fór hann að draga og þá með þessari tengingu þarna á milli að straumurinn fyrst tekinn af K2 og síðan þegar K2 fallin út og snertan búin að tengja fyrir ofan spólun á K3
að það tryggir það að það verður ekki skammhlaup í rásinni, því að ef K3 og K2 eru inn í samtímis þá sjáum við hvað gerist, að þessi 3 fasar hérna færi hérna saman og myndu tengjast allir saman hérna í gegnum K2. Þannig að K3 og K2 mega alls ekki koma inn samtímis. Svo að þegar að K2 er búin að losa snerturnar þá tengir K3 og býr til þrítenginguna í staðinn fyrir svona skinnur, að þá er hérna snertan sem er lengst til hægri á K3 tengir L3 hérna niður lengst til vinstri, þannig að U1 fær sama fasa að L3 og 2 þannig að hérna tengt beint yfir, og VAF1 tengist inn á U2 og 2 tengist inn á VAF2. Þetta er komið þrístengingu með K3 og höfuðrófan inni. Og við höfuðrófan er líka tengd hérna yfirráðsvörn, og hún er staðsett hérna í fasastraum mótorsins, ekki aðalstraumnum. Og það þýðir það að málstraum mótorsins, hann kemur hérna megin, en af því að við erum með þrítengingu hérna við mótorinn, sem endar í þrítengingu, þá erum við með yfirráðsvörnin að staðsetta í fasastraumnum, þá verður að stilla hana á lægri straum heldur en málstraum mótorsins, sem sagt málstraum deilt með rótina 3, þá fáum við fasastraumin. Eins og þennan mótor hérna sem voru með 8 ampere, 8,2 ampere, deilum við rótina 3 í 8,2 ampere, þá fáum við eitthvað það bil 5 ampere sem fasastraum. Þannig að þessi yfirráðsvörn vera stilt á það bil 5 ampere. Ok, spurningar hérna, skoðum þær, og þetta eru þá búin að svara fyrstu spurningunni. Síðan vorum við að lýsa í rauninni kraftrásinni í leiðinni, og hér var farið í gegnum þarna segulrófana, hver gerði. K1 var höfuðrófi, K2 tengdi stjörnuna og K3 tengdi þríhyrningin. Svo hérna, hvaða tími kemur best út? Við erum ekki með neitt álag sem getur passað hérna, en í rauninni sem sagt þurfum við bara að mæla tíman á því að mótorinn fær straum og þar til hann hættir að auka við hraðan, og þann tíma setjum við inn í tímaleiðan. Nú síðan kemur hérna hver á stilling á yfirráðsvörnin að vera, og það á að vera málstraumur sem er 8,2 ampere deilt með rótina 3. Ég skrifa hérna inn þegar ég hafa tíma til að finna hérna rótamerki, rót af 3. Og straumurinn er þá það bil 5 ampere, eða ekki? Reiknum þetta nákvæmlega út. Hvað fengum við þarna í þetta? Sjá, við fáum niðurstöðu eftir smá stund. Hvað segir, 4,7 ampere? 4,7. Já. 4,7 ampere væru við þá með þetta ef þetta er 8,2 ampere málstraumur. Þá þurftum við að stilla á 4,7 ampere. Fasastraumin. Ok. Og já, síðan festuðum við mótorinn og við tókum hérna strauminn. Hann var eitthvað 50 og eitthvað ampere. Hvað vorum við með útreiknað í hinum? Hvað fengum við í mælingu á þessu? Einhver hópur búinn að mæla þetta? Kannski 58 ampere eitthvað þess. Það vel. Já, ok. En eru stærðamörk á mótorum sem eru álíkt að læsa með stjörnu þríhyrningsræsingu. Við segjum í rauninni að í rauninni ekki, það eru rafveitur
við getum sagt bara hérna skilgreina þessi mörk. Það fer svolítið eftir hvað rafkerfið er stórt á bakvið þetta. Nokkuð annað sem við getum sagt þetta? Ég held ekki. Stendur þetta ekki að standi tæknilegum tengilskilmálum? Já, við bara grafa það upp og skoða það þá seinna. Rafveitur, það er svo landsnýtt og eitthvað. Já, það er hérna, já, eða bara, sem sagt, Rarik. Rarik er það ekki? Og Háasveitur. Já. Og svo norður okkar. Og Orku Vestfjarða. Já, það er alltaf þessar sem eru næst okkur, sko. Sem að gefa upp þessi mörk. Síðan er hægt að reisa fullestaða mótor með eitt-rasi. Þá segir við bara nei. Og hver er þá efri mörk lestunarkvarðin? Það eru 50% lestun. Ok. Hver stórt hlutfall af ræsistraum við beinaræsingu verður við IT-ræsingu og þá svörum við því hérna aftur ef við vorum að segja það. Getum við ekki sagt ræsistraumurinn fellur niður í 1/3. Miðað við, í ræsingu miðað við beina ræsingu. Svona, og þá er það næst hve miklu hraða með málhraða má búast við að mótor ná í stjörnutengingunni og þetta náttúrulega fer aðeins eftir álaginu og er það ekki talað í bókinni 70 til 90% af hvað málhraða? Ég meina að það sé, skulum bara gá að þessu. Og eftir hverju farið þegar tíminn milli stjörnu og þrýstengingar er stilltur. Ég getur það sagt mælum tíman frá ræsingu þar til mótor hættir að auka hraðan. Þá setjum þann tíma í tímalegan. Og síðan hérna, hvar er yfirráðasvörn staðsett í kraftrásinni? Yfirráðasvörnin er staðsett í fasastraum mótorsins. Og er stillt á ekki á málstraum, heldur málstraum deilt með rótinni af 3. Til dæmis 4 kW mótor. Hann hefur hérna 8,2
ampere málstraum. Þá stillum við vörnina á 4,7 ampere. Ok. Og síðan var hérna mynd, ég þarf bara að sýna ykkur hana. Við getum klárað það á bara í lok, annar en að setja inn þessa mynd og fleiri myndir sem við þurfum að setja inn í skýrslurnar. Förum við spurningarna fyrst. Hvaða spennumerkingu á mótor að hafa ef hann á að tengjast við 400 volta neti og stjörnuþyngd ræsast? Þannig að lægri spennumerkingin verður að vera 400 volt. Þannig að þá hefum við þessa merkingu hérna 400/690 volt. Ok, næsta mál. Útskýrðu hvaða númer merkja undir rofaheitunum, til dæmis K1 í kraftrásinni. Og þetta eru sem sagt straumrásar númerin. Þetta er straumrás 1, hérna er K1 í straumrás 1, í straumrás 2 er K3 hérna og í straumrás 3 hérna er K2. Þannig að þetta eru straumrásar númer. Straumrásar númer. Og til hvers eru töflurnar undir táknum segulrófanna í stýrirásinni. Og það er tilvísanakerfi. Þessar töflur hérna. Það er normal open snerta í straumrás 2 frá K2. Það er þessi snerta hérna, K2. Hún er normal open. Og svo er normal close snerta í straumrás 4. Þetta _4 því það þetta er á sömu blaðsíðu, það er ekkert blaðsíðutali á undan skástrikinu, þannig að þetta er á sömu blaðsíðu. Og þá eru það í straumrás 4, hérna, þá er K2 með normal close, það er þessi snerta hér. Áttu ykkur á þessu? Ok. Þá reynum við að svara þessu, þetta er tilvísunarkerfi. Já, hérna. Tilvísunarkerfi sem segir til í hvaða straumrás snertur frá viðkomandi spólurófa eru staðsettar. Ok. Þá er það næsta skýrsla. Og við erum með færibandaverkefni í 2C og þá höfum við lýsa hvernig þú tengir og prófar rásina og hvernig þú mældir ef eitthvað virkaði ekki og ef færibandið var stöðvað með S4 hvernig þetta að ræsa aftur og ljúka ferlinum, sem sagt ef við erum að fara frá heimastöðinni og halda áfram. Og þá þarf að hvað hétu þessi rofar? Það var heim, það var S2 og ræsa með S1. Bara S2 og S1. Því það við þurfum að halda inni S2 og ræsa með S1. Eða ef hann er að fara tilbaka eða á tilbakaleið þá
þarf að virkja var ekki S3 það er hinn endastofsróðin, jú, það er endi hérna merktur, það er S3 ok í hverju er neyðarrofinn S4 frábrugðinn stöðunarrofunum? Já, það voru hérna áður fyrr í teikningunni S2 og S3 sem stöðunarrofar en jú, eru þeir ekki jú, þeir eru náttúrulega bara endastofsrofar sko S2 og S3 að S4 neðastofsrofinn, hann helst inni S4 helst inni og það þarf annarkot lykil ef það væri lykill í honum að það er að snúa lykli eða toga hann út helst inni til að endursetja þarf að toga S4 út eða snúa lykli ef hann er með lykil. Þetta er svona öryggisatriði þannig að ef að mætti ekki hver sem er setja aftur í gang að þá eru náttúrulega lyklar á þessu neðarstopp svo nú hvert er hlutverk rofsnertanna K1 og K2 og hvaða númer hafa þær? Sem sagt, þið tengdu þetta upp og það er snertur sem að rjúfa eru kallaðar rofsnertur. Það eru þessar hérna snertur hér sem er fyrir ofan segulrófana eins og fyrir ofan K1 er rofsnerta úr K2 og hún gæti hafa verið merkt til dæmis 21 og 22 og rofsnertan úr K1 er hérna fyrir ofan spóluna á K2 og hún gæti hafa verið merkt til dæmis líka eitthvað annað, kannski 31 og 32 þriðji hjálparsnertan í rofanum en því að það er normal close snerta þá eru 1 og 2 seinni stafurinn ok, þá svörum við því og hlutverk þessara snerta er að koma í veg fyrir skamhlaup já, hvert er hlutverk rofsnertanna K1 og K2 það hlutverkið er að hlutverk þeirra er að koma í veg fyrir skamhlaup skamhlaup í kraftrásinni og hvaða númer hafa þær ok, það var sennilega á 21 til 22 og 31 til 32 svona og hver eru ræsiskilyrði í stýrirásinni sem sagt ef við rekjum þetta allt hérna fyrir K1 þá var það F2, S4, S2 og S1 og K2 allt þetta hérna sko þá fæ ég hérna taka hérna svara þessu hérna til þess að koma bandinu í gang þá eru ræsiskilyrðin þessi að það er F2 það er S4 S2 það er S1 og K2
þetta var það. Hvert er hlutverk tengisnertana K1 og K2? Það sem að tengja. Það eru normally open stýrirásinni. Og þær sem sagt eru sem sjálfheldur hérna í straumrás 3 og 5. Sjálfheldur í straumrás 3 og 5. Getur sagt það. Og tengja gumljós. Til að sýna hvor snúningsátturinn í gangi. Sem sagt, það er hérna, já, það sem að við vorum að nota kannski sem sagt 13 og 14. Sem sagt, ég geti sett það í sviga. Númerin voru sem sagt voru 13 og 14 í sem hérna sjálfheldunar og gaumljósasnerturnar voru sem sagt 43 til 44. Það er svona oftast að sjálfheldunar eru fyrsta hjálparsnertan í segulrófanum. Það er svona 13-14. Ok, hvernig er tenging milli segurs K1 frábrugðin K2 að K1 gefur eina eða ákveðna fasaröð inn á mótorinn, við getum skoða hvaða fasaröð gefur hann inn á mótorinn. Hvar var kraftrásin, hún var hérna rétt fyrir ofan. K1 gefur L3, L2, L1 röðina, fasaröð inn á mótorinn. Ég hef sagt hérna, K1 gefur fasaröðina L3, L2, L1 inn á mótorinn og en K2 gefur L1, L2, L3 og áhrif til þess að mótorinn snúist í sitt hvora snúningsátt. Og eru þá fleiri spurningar? Nei, ekki þessu. Þá er bara ein skýrsla eftir og það er kannski ekki mikið hægt að svara þar. Við förum og ekki það kannski djúpt í þessu. Það er þá, var það ekki, við tókum, já, síki 2b. Já. Það er hérna verið að spyrja við vorum með álag á mótorinn og þið gerðu tvær vektormyndir, aftvektormyndir og straumvektormynd við 100%.
og hraði snúðsins, hann minnkar við vaxandi álag og það sem að gerist í rauninni við það að þá verður mótorinn öflugri vegna þess að það minnkar mótstaða, mótspenna mótorsins, hún minnkar vegna þess að snúðurinn snýst hægar. Við þetta þá spanast upp meiri straumur í snúðleðrana þegar mótorinn snýst hægar og þar af leiðandi meiri straumur í snúðleðrunum því það verður sterkara segulsvið í snúðunum og við það kemur meiri snúningsvægi á mótorinn og þess vegna vex vægið. Þá getum við sagt að það spanast upp meiri straumur í snúðleðra við hægari snúningshraða, við minni snúningshraða. Því að hverfisegulsvið það snýst alltaf jafn hratt en ef að við fáum hægari snúning á snúðinn þá skerum við ennþá fleiri segulsviðs kraftlínur og þar af leiðandi spanast upp meiri straumur í snúðleðrana og þannig verður til sterkara segulsvið og vægið vex þar af leiðandi. Og meiri straumur og þá veldur sterkara segulsviði og vægið vex. Ok, þetta svolítið flókin spurning og djúp. Nú hægt að tengja mótorinn sem við notaði í verkefninu við 400 V spennugjari. Hvernig ætti hann að tengjast? Jú, hann var í þríhyrning og við tengjum hann þá í stjörnu. Í tengingu. Myndi hann skila sama afli í stjörnutengingu og þríhyrningstengingu við sömu spennu? Nei, ekki við sömu spennu. Hve mikið straum tæki hann frá 400 V neti og við sjáum það var það ekki einn búinn að taka, allavega einn eða tveir hópar búinn að taka þessa æfingu. Það ekki 5 ampere eitthvað svoleiðis? Var það ekki 1,5 eða var það 2,2? 1,5. Ok, við sjáum þetta ef við vitum stærðina á mótornum. Við minnum að hann taki 9 ampere við fullt álag, þá sjáum við það í töflunni þessari töflu hér. Þá getum við fundið út frá þessu 2,2 mótor sem er 9 ampere. Getur það verið? Nei. Þá bara þakka ég fyrir í dag.